Það sem fékk mig til þess að velja MBA-nám við Háskóla Íslands var ég fann að ég var komin á tiltekinn stað í mínu starfsferli og mér langaði svolítið að ögra sjálfum mér upp á nýtt. Og það var svona þættir sem ég vissi að sem ég þurfti að bæta í mínum eigin starfsferli og í minn eigin getu í því sem ég vissi ég væri góður í og hvað ég þurfti að bæta mig. Og mér fannst MBA-námið vera góður vettvangur til þess að bæta þá þætti í mínu starfi og mínum starfsferli sem ég vissi þurfti að bæta mig. Ein ástæðan fyrir því að ég valdi Háskóla Íslands, kannski umfram aðra skóla til þess að fara í MBA-námi, er þessi tenging sem háskólinn hefur við íslenskt atvinnulíf. Og sú tenging kemur bara mjög bersýnilega í ljós í nánast öllum áfangum sem eru kenndir þar sem við fáum fyrirlesara úr íslensku atvinnulífi, úr bæði íslenskum stofnunum og stjórnendum hjá stórum íslenskum fyrirtækjum sem að miðla sinni reynslu og þegar við erum að fjalla eitthvað tiltekið málefni eða við erum að fara í gegnum einhvern kúrs í náminu, þá er mjög gaman að sjá þessa raunverulegu tengingu þá við íslensk atvinnulíf og stjórnendur og fyrirtæki sem koma þá inn með sína á þeim málefnum sem við erum að fjalla um. Ég myndi segja að tenging MBA-námsins við alþjóðlega skóla hafa gert mjög gott og var ein af ástæðum fyrir því ég ákvað að fara í þetta nám er að vita það að þú farð að fara í gegnum nám á íslensku á Íslandi sem hefur góða tengingu við íslensk atvinnulíf en að sama skapi farði líka að upplifa að tengjast erlendum háskólum og fá kannski aðra sýn á það sem MBA-námið er að fjalla um með tengingu Háskóla Íslands við þá erlendu háskóla sem þeir eru í samstarfi við. Ég fann að kennslan sem á sér stað á föstudaginn hentaði mér mjög vel og raun og veru mínu starfi líka. Ég skoðaði aðra kosti og komst að því að í einhverjum öðrum skólum þá er kennt hálfan dag, fimmtudag, föstudag og laugardag og niðurstaðan hjá mér var að það væri bara of mikið flækjustig í raun og veru bæði persónulega og í vinnu að ég ákvað þá að Háskóli Íslands hentaði mig betur þar sem kennt væri bara á föstudagum og laugardagum.